Já, Stefán, orðið kaflaskiptur hlýtur að vera eftir í huga núna. Köflóttur, það kemur upp í hugan. Blesóttur og allt. Já. Gríðarlega sterkur karakter í framliðin að ná stíg út úr þessu leik. Já, mjög flott að ná stígi vegna þess að við vorum að gera allt mikið á mistökum og munurinn í fyrri hálfleik 15-10, það er með 7 hraðaflöp. Vörnin var að standa ágætlega og vissum það að vörnin var standa áfram á gæti ættu alveg möguleika. En síðan erum við búin að minnka þetta í 1 og við missum bolta rétt og það fara hraðaflöp og svo fara 3 og við missum hann út af. Þannig séð er gríðarlega sterkt að koma tilbaka. Virtust svona í seinni hálfleiknum eins og þið væruð að missa þetta frá okkur en síðustu 10 mínúturnar mjög góðar. Já, mér finnst bara allar leikurinn eins og var að missa þetta frá okkur. Gróttulega var betri í dag og við vorum bara heppin á þessu stíg. Saknar framliðisins Sigurbjörgu það mikið að það eigi eftir að sjást í lokaumferðunum? Hvort sem framliðið eða einhver aðrir, það sakna allir þess að hafa ekki Sigurbjörgu og þetta gerir það. Síðan var náttúrulega Ástabirna veik og við gátum heldur ekki nota hann í dag, þannig að svo meiðist Marja, þannig að þetta var erfitt en leikmenn stigu upp og náðu stigi sem var mjög mikilvægt. Áttu möguleika á síðustu umferðunum að ná titlinum? Ég held mér sýnir svona Gróttan vera svona stöðugasta liðið. Það er alltaf mikla sveiflur í okkar leik og við ætlum bara að reyna að vera eins ofalega við getum en ég myndi setja minn pening á Gróttu. Og að vísu á ekki mikið pening en það verður fyrir eitthvað peningur á Gróttu. Já, ekki stórar upphæðir? Nei, ekki í dag, ekki febrúar, svona eftir jól. Hvernig lítur framliðið út í lokaleikjunum, síðustu 5 leiki eftir meiðsli? Mikil? Við lítum ágætlega út. Það eru ákveðin meiðsli án hópsins ef við ætlum að geta að ræða en við erum alltaf með jafnmarga leikmenn inn á önnur lið. Það eru meiðsli á öðru liðum þannig að við getum ekkert vælt. En við ætlum alltaf bara að reyna að vinna þessa leiki sem eftir og við erum að fara á þriðjudag á móti Stjörnunni og það verður mjög erfitt. Takk fyrir það.